Komið heil og sæl og verið velkomin í þennan þátt sem við köllum landsbyggðir. En hérna ætlum við að ræða ýmis málefni sem tengjast landsbyggðunum sérstaklega. Og í dag ætlum við aðeins að beina sjónum okkar að listum og menningum og þá sérstaklega atvinnutækifæri listamanna utan höfuðborgarsvæðisins. Verið velkomin til mín, bæði tvö. Kolbrún, byrjaðu kannski á því að segja okkur aðeins frá því að það var ráðstefna með þessari yfirskrift. Hvers vegna ákváðu þið hjá Bandalagi íslenskra listamanna að fara og bara kýla á svona ráðstefnu? Bandalag íslenskra listamanna heldur nú talsvert af ráðstefnum málefni listafólks og við höfum í gegnum tíðina verið mjög áfram það að atvinnutækifæri listamanna séu sem víðast og við höfum verið miklir stuðningsmenn menningarsamninganna til dæmis við landshlutasamtök sveitarfélagana og höfum svona barist fyrir þróun þeirra og höfum nú fundist ganga hægt. Þannig þetta í raun og veru liður í þessari baráttu að vekja athygli á því að í hverju einasta samfélagi þurfa listirnar að fá þrifist og ekki bara á áhugamanna grundvelli, ekki bara þannig að fólk sé að sinna listunum í frístundum, heldur þetta bara hluti af sjálfsagðri fjölbreyttri flóru atvinnulífs hvað sem er. En okkur hefur reynst rosalega erfitt að byggja upp atvinnutækifæri fyrir listafólk utan höfuðborgarinnar og þetta ekki sér íslenskt vandamál. Þannig að við ákváðum bara að skutla í eitt málþing með honum Elvari Loga Hannesinni sem er mikill frumkvöðull og eljusamur listamaður á Vestfjörðum og heldur leiklistarhátíð þar á hverju ári og hefur gert núna í meira en áratug. Hann kallar hátíðina sína Act Alone eða leikur einn á Suðureyri og þar var málþingið haldið núna fyrir 2 vikum. Er aðstöðumunurinn og tækifærin mjög ólík milli landsbyggða og höfuðborgar? Já, bara gríðarlega mikill. Ég myndi bara segja að það er engin að sinna uppbyggingu og atvinnutækifæri fyrir listafólk á landsbyggðinni, engin. Ég leyfi mig bara að halda því fram. Það er bara svo róttækt. Það er hart kveðið. Er þetta þín upplifun? Ég get nú ekki alveg sagt að ég sé engin að því, en náttúrulega Akureyrarbær, eins og okkur kunnut Akureyrarbær með samningi sínum við menntamálaráðuneytið, náttúrulega heldur úti atvinnuleikhúsi, eina atvinnuleikhúsinu utan höfuðborgarsvæðisins og þetta Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og viðburður á menningarhúsinu Hofi. Þannig að og listasafninu. Já, og listasafninu. Þannig að það er sannarlega verið að einhverju leyti að svona reyna að hafa þá innviði utan höfuðborgarsvæðisins sem að geta þá orðið til þess að það verði atvinnusköpun í þessum geira. En það skortir bara aðeins upp á. Það er svo naumt skammtað að raun og veru það næst ekki í raun og veru svona raunveruleg uppbygging. Ef þetta væri bara einhver annar innviður, þá þetta fyrir honum komið eins og öðrum eins og með varandi brýr eða vegina að það hefur komið upp svo hugmynd að það sé hægt að reiða sig á einhverju leyti á það að fá fjármagn frá þeim sem að sæta, sem frá þeim sem að njóta ætla ég að segja. Og svona einhver svona kannski hugmynd eins og með svona jarðgangagerð, það bara þeir borga sem nota. En staðreyndin er alltaf svo eins og við vitum bara líka eins og þessi jarðgöng sem ég búið að klára hér í Vaðlaheiðinni að þetta allt saman opinberar, það þarf opinbert fjármagn til, það nægir ekki, það þarf alltaf að byggja innviðina og það þarf alltaf að fylgja með einhvers konar meðgjöf. Listastarfsemi getur ekki, það er bara þannig að eins og leikhús ekki hægt að reka nema með stuðningi frá samfélaginu. Það bara ekki hægt. Ef við tæki bara hefðbundna sýningu og myndum vilja gera bara eitthvað eins og við gerum hér, eins og Pílu Pínu, þá hefði miðinn inn á Pílu Pínu þurft að kosta eitthvað 14.000 kall og ég hefði þurft að ná 100% sætanýtingu bara til þess að sleppa. Og það fyrir utan það að ég hefði þurft að fá fjármagn einhversna til þess að veðja á leiksýningu. Þannig að þetta snýst alltaf aðkomu samfélagsins og hins opinbera, að það ákveði að veita fjármagnið í svona einhvers konar uppbyggingu. Við höfum náttúrulega fórum í gegnum á Menningarfélaginu mjög ítarlega svona stefnumörkun sem að byggir akkurat á þessu að segja bara kjarninn að áframhaldandi sviðslistastarfi á Norðurlandi sem mun líka bara smita út frá sér til annarra byggða. Gerir mér hugsanlega kleift að vera í samstarfi við Elvar og fleiri
að fá nægt fjármagnið til þess að það sé hægt að ráða í leikhóp. Og það er bakgrunnurinn í þessu. Þannig að í stuttumáli þetta þannig, það verið að gera eitthvað, en í langan tíma hefur svona kannski ekki verið skýrmynd sko í hvað að nota fjármagnið. Nú höfum við lagt fram mjög skýra kröfu og sagt bara til framtíðar, þá þetta sem vantar. Ef ekki, þá það pólitísk ákvörðun að gera það ekki og þá þarf náttúrulega að endurskoða í raun og veru hvað leikfélagið á að gera eða menningarfélagið. Nú myndum einhverjir segja sem búa í öðrum byggðarlögum utan höfuðborgarsvæðisins heldur en á Akureyri sem myndu segja, heyrðu þið hafið nú bara ansi gott á Akureyri því við erum ekki með atvinnuleikhús, við erum ekki með sinfóníuleikhús, við erum ekki með neitt. Þannig að auðvitað aðstöðumunurinn einhver. En sérstaða Akureyrar í þessum málum náttúrulega talsverð og það auðvitað gömul hefð sem að sérstaklega í kannski sviðslistunum, við vitum að hér var bara stofnað atvinnuleikhús með miklu metnaði og það var hér leikhópur við það atvinnuleikhús í fjöldamörg ár, sama má segja Sinfóníuleikhús Norðurlands. Þannig að Akureyri nýtur vissulega ákveðna sérstöðu sem höfuðstaður Norðurlands umfram aðrar byggðir á landinu. En þegar ég segi þetta að það sé engin að sinna uppbyggingu atvinnutækifæri fyrir listafólk utan höfuðborgarinnar, þá ég svolítið að tala nákvæmlega þetta orð sem Jón nefnir, það að segja þessir innviðir. Sko, nú munum stjórnmálamenn segja að við höfum verið að byggja upp hús, Hof eitt. Við getum nefnt Berg á Dalvík og fleiri hús sem hafa verið. Og nú á Egilsstöðum ekki. Jú, og það þá búið að setja opinbert fé í ákveðna aðstöðu og það ber vissulega að þakka það, en það bara svo langt frá því að vera nóg. Og þegar við listafólk og samtök listafólks fer fram á völlin eins og til dæmis myndlistamenn hafa verið að gera núna og benda á það að í stofnunum á borði til dæmis bara Listasafn Akureyrar og almennt listastofn á landinu, þá fá sko kannski forstöðumennirnir greiðslu fyrir það að sinna safninu, hafa það opið og tryggja það að það geti komið gestir og það séu settar upp sýningar. Málarinn sem kemur og málar salinn eftir eina sýningu fyrir aðra, hann fær greitt fyrir sína vinnu og sömulegis sá sem kemur og þrýfur og undirbýr salinn eða grafíkerinn sem býr til sýningaskrána, svo kemur listamaðurinn með myndlistina sína sem hann búinn að vera að vinna hörðum höndum, meirið að minna kannski á listamannalaunum sem ef við tökum bara launaliðin, eitthvað rúmlega 200.000 krónur á mánuði og kannski hefur hann ekki fengið nein listamannalaun og hann setur upp sína sýningu og leggur allan sinn metnað, allt sitt hjarta, alla sína hæfileika í hana og fær ekkert greitt. Það út af svona aðstöðu myndlistamanna sem að herferðin borgum myndlistamönnum sett á stað. Og nú eigum við það að hún sé að fara að skila árangri, það ákveðin vitundavakning í gangi. En á þessu málþingi, þá voru náttúrulega líka fleiri sem að töluðu, bæði, hvað vakti athygli þína hjá þeim frummælendum sem þarna voru, hvort heldur sem frá vestur eða austurlandi eða? Já, sko við vorum, Jón Páll var þarna einn af frummælendum og síðan vorum við með hana Körnu Sigurðardóttur sem nýráðin forstöðumaður menningarstofu Fjarðabyggðar og svo vorum við með Einar Þór Gunnlaugsson sem leikstjóri og kvikmyndagerðarmaður og býr á Ísafirði. Og ég meina, Jón Páll var náttúrulega að draga upp þetta dæmi sem að hann var að nefna hér áðan af leikfélagi Akureyrar. Karna Sigurðardóttir ung kona sem ráðin forstöðumaður yfir nýja stofnun í Fjarðabyggð og það auðvitað mjög merkilegt að horfa á Fjarðabyggð sem að þetta byggðarlag með 3 bæjum, það að segja Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður. Þar næg atvinnutækifæri, þar álver með störf sem að fólk fær semmilega góð laun þar og örugga atvinnu og svona það ekkert upp á það að sakast í samfélaginu, það bara nóg að gera. En þar vantar lífið sem listirnar geta skapað. Þannig að Fjarðabyggð og stjórnvöld í Fjarðabyggð hafa ákveðið það að setja upp sjálfstæða litla stofu og ráða unga svona Spútnik mannesku, Körnu sem fyrsti handhafi íslensku hönnunarverðlaunanna til dæmis og hönnuður í grunninn. Og nú fær hún nánast frítt spil til þess að koma með hugmyndir og tillögur að uppbyggingu atvinnutækifæra fyrir listafólk í Fjarðabyggð. Og þetta algjörlega til fyrirmyndar. Þannig að eins og ég segi, við erum að vekja svolítið athygli á þessi að þarna þarf hugarfarsbreytingu og vissulega hún eiga sér stað einhvers staðar. En Vestfirðingar, hvað segja þeir? Hvað segja Vestfirðingar? Elvar náttúrulega ótrúlegur prímusmótor og það þarf ótrúlega mikla elju til þess að ná að berjast í svona langan tíma og njóta kannski ekki svona sannmælis á við í þeim sjóðum. Það náttúrulega sjóðir sem að allir listamenn geta sótt í sem starfslaunasjóður, listamannalaun sem ég kjósa nefna og svo eins og eru styrkir til atvinnuleikhópa
En Elfar hefur ekki gengið vel að fá styrki úr þessum sjóðum og þetta er nú eitthvað sem að enduróma líka hér frá þessu svæði, hérna frá Akureyri og þeim hópi af ungu sviðslistafólki sem hingað er komin og við gjarnan starfa við það fag sem að það lærði, að það var svona enduróma eiginlega því sama og Elfar að tala að það er eins og umsóknirnar hljóti ekki í hljómgrunn. Þannig að ég gerði bara mjög einfalda rannsókn sem er farin á Rannís sem heldur utan umsóknirnar og skoða bara tölurnar. Skoða bara hversu margir á landsbyggðinni sækja og þá á ég öllum listgreinum og hversu margir fá í raun og veru styrk. Og þá er það hrópandi í sumum tilfellum hvaða eru hátt hlutfall, náttúrulega það er ákveðið hlutfall sem að kemur á landsbyggðinni en það er ekki sama hlutfall sem hlýtur styrki, skiljiði mig. Og eins og í sviðslistunum er þetta hrópandi hvað eru fáir styrkir sem koma í raun og veru af landsbyggðinni og bara 0 sem að hljóta styrk. Fáar umsóknir sem koma. Já, fáar umsóknir sem koma. Og þá þarf maður að draga ykkur ályktanir, maður hugsanlega þarf bara betri þekkingu við að setja saman umsóknina, það getum við gert í samvinnu og það er komið hreyfing strax á það, að við hefjum eitthvað samtal við þá sem að sækja þannig að þið fá þá þekkingu og hitt sem að gæti kannski verið, ég veit ekki alveg hvernig á að leysa, sem er það að samsetningin á nefndunum er hugsanlega þannig að þær er enginn sem að ber kennsla á þegar sækir Greta Kló frá Hvammstanga með handbendi brúðuleikhús og þú hugsa bara brúðuleikhús á Hvammstanga. Þetta nú ekki bara eitthvað grín? Ég þekki ekki þessa konu. En staðreyndin er sú að það sem er annað dæmi á Hvammstanga, það sem er ótrúlega eljusemi, eru smíðaðar sýningar hér, 2 af þeim hafa nú verið frumsýndar í samkomuhúsinu áður en að fóru bara og lögðu undir sig Bretlandseyjar. Þannig að Elfar er í þeirri stöðu einhvern veginn núna að hann upplifir, hann er komið með hátíð sem er algjörlega komið eitthvað svona kjölfesta bara í raun og veru sviðslistum á utan höfuðborgarsvæðisins og það er þekkt stærð að þetta er viðburður sem að dregur að sér áhorfendur, dregur að sér listamenn og ég held að sé núna hljóta að vera tækifæri fyrir hann að menn sjáu að þetta sé ekki einhver bóla. Nú þegar við tölum atvinnulífið utan höfuðborgarsvæðisins, það er talað sjávarútveg, landbúnað, orkumál, ferðaþjónustu. Það er ekki beint talað listir og menningu sem atvinnugrein. Þetta er svona, þetta er skemmtilegt krydd svona ef við eigum fyrir því. Þetta er eitthvað annað, þetta er 96% eitthvað annað. 96% eitthvað annað og skapandi greinar, þetta virðist ekki alveg listur og menning á það heyra undir þessu fyrirbæri sem kallast skapandi greinar sem er svona, við þurfum skapandi greinar og kannski meira verið að hugsa þá kannski, ég veit ekki, maður sér oftar bara, eins og Marel eða Þrýrex eru búið til tæki og svona, þetta eru skapandi greinar og einhver gæti sagt en er þetta ekki bara svona, við erum að slást við það að við eigum ekki fyrir heilbrigðiskerfi, það vantar peninga og svo sita bara einhver og vilja fá bara styrki frá ríkinu og sveitafélaginu til að dúlla sér við eitthvað svona eitthvað svona, þið skiljið hvað er að fara. Þá langar maður að segja þetta, í fyrsta lagi er það bara þannig það vantar ekki peninga. Það er alveg nóg til að peningum. Það er bara spurning hvert fara og hvað við ákveðum. Við förum aftur að segja stefnumótun og snýrist að heimta pening, heldur segja bara þetta er það sem við viljum gera, við teljum að þetta sé jákvætt fyrir samfélagið, þetta sé jákvætt fyrir lífsgæði okkar allra hér og fyrir framtíð barnanna okkar og það er pólitísk ákvörðun síðan að færa peninga annars staðar og í það og við ætlum ekki að vera alls ekki að stilla gömlu fólki upp gegn leikhúsinu eða eitthvað því að allt getur þetta, það er til nægt fjármagn í þetta allt saman, það er bara stjórnvaldi þarf að ákveða að setja það í þennan farveg og að öðru varðandi svona sem er sem ég má nú ekki gleyma að tala og það er til dæmis þessi framúrskarandi vinna hjá Sinfóníuhljómsveit Norðurlands einmitt við það að skapa aukin atvinnutækifæri hér og þar kemur til með aðstöðu, það er tvennt sem kemur til, eða ekki bara tvennt, það eru örugglega fleiri þættir. Eitt er náttúrulega það voru sett hér lögum tónlistarskóla fyrir margt löngu. Þannig að sú uppbygging, Kaleo og Monsters of Men, þetta er ekki sprettur ekki úr bílskúr bara af því bara, það sprettur að það var tekin pólitísk ákvörðun, það eru sett lög tónlistarskóla og við ákveðum við ætlum að verja þessu fjármagni hérna í og ekkert endilega með það að stofna Monsters of Men, það var aldrei í planinu, menn sáu það ekkert fyrir, ekki sáu menn það fyrir heldur að
núna séu við verið að taka upp tónlist fyrir Hollywood kvikmyndir hér við, þú veist, 40 kílómetra frá heimskautsbaug. Þannig að það eru atvinnutækifæri. Þarna hefur líka Akureyrarbær stigið inn í og hann mun núna mæta tæknikröfum. Það þarf auknar kröfur, sko, og svo það er alltaf vöxtur í þessu, það þýðir að það þarf að koma með þessu meira fjármagn, en það þarf ennþá samt fjármagn frá samfélaginu við að halda hljómsveitin úti og starfsemina úti. Þetta getur aldrei orðið algjörlega, það þarf alltaf fjármagn frá samfélaginu. Þú hlýtur að hafa orðið gamla mantra, skilur, 1 króna verður 5, svo bara spurning hversu stór hluti þessi 1 krónu kemur úr frá samfélaginu sjálfu eða í gegnum, sko, þurfa að selja vöruna. Og það getur oft verið mjög erfitt að gera það. En kannski ef við grípum þennan bolta með að selja vöruna og það sem þú sagðir áðan skapandi greinar. Nú yfirlýsing, samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnarflokkanna núna, hún að mínu viti mjög jákvæð fyrir listir og menningu, sérstaklega svona við fyrstu sýn, því að það verulega mikil áhersla á skapandi greinar, nýsköpun og þróun. Og innviðir alveg lykilorðið, segir forsætisráðherra, í uppbygging innviða lykilorð í stefnuyfirlýsingunni. Svo þegar við förum að lesa hana með okkar glerugum, listamennirnir, þá sjáum við að áherslan í skapandi greinum í yfirlýsingunni, hún öll á tæknigreinar, hugbúnaðargreinar og einhverja þróun sem getur orðið, sko, leitt til framleiðslu vöru sem verður þá andlag einhvers konar sölu, einhvers konar viðskipta. Þjónusta sem getur líka orðið andlag viðskipta og það alveg greinilegt þegar maður les þessa yfirlýsingu að þar liggur áherslan og að okkar viti hafa listirnar bara gleymst. Þær hafa bara orðið út undan og fólk áttar sig ekki á því að listirnar heyra til skapandi greinum og eru kannski kjarninn, kannski hjartað, kannski neistinn sem hvetur fólk til sköpunar hinn listræni eiginleiki. Og það að viðurkenna að listamenn séu líka atvinnumenn í sínu fagi og það þurfi líka að byggja upp innviði í kringum starf listamannsins út allt land. Það skortir svolítið yfirlýsinguna og núna eigum við samtali, sem fyrir hönd BÍL, við allar ráðherra eða 4-5 ráðherra ríkisstjórnarinnar, því nú svo komið að listum og menningu hefur verið splittað svolítið í stjórnkerfinu, þannig við erum að eiga núna samtal við 5 ráðherra nákvæmlega þessi áform stjórnvalda og við erum að reyna að leiða það fyrir sjónir að sko vilji þeirra alveg augljós, þeir vilja alveg sköpun og þeir vilja fjölbreytt atvinnulíf en þá þurfum við að lýsa inn í okkar kima, okkar geira og segja hann verður að fá að vera með. Og það af hverju þarf hann að vera með? Það sko bara að því tökum hérna stóru spurninguna, hvaða máli skiptir það að hafa listir og menninga? Því ég var svona aðeins að stríða ykkur með þessa bara, þetta ekki bara ég hef alveg heyrt þessa umræðu, jú auðvitað listir og menning voða frábær, en ég meina hún kannski ekki nauðsynleg, hún svona eins og ís, það var gott að fá sér hana maður á fyrir honum. Já, en ef hún ekki? Já. Ef hún ekki, hvað þá? Já, og sko við höfum kosið, nú Leikfélag Akureyrar 100 ára eins og landslíðið kunnugt. Og við það svona, þau tímamót tveir maður að skoða bara sögun og þetta eru 100 ár. Og þá sér maður í 100 ár hefur félagi verið það sem ég kosi að kalla einhvers konar aflvaki í listum. Það hefur náttúrulega gríðarleg áhrif þegar einhver ákveður að reisa húsið var risastórt á þeim tíma sem það er reist. Einhvern veginn bara rétt við Heimskautsbaug. Og þá eru komin að þessu hugmyndum listirna sem aflvaka að þú framleiðir ekki teiknimynd eða nýjan tölvuleik í tómarúmi. Það er ekki hægt. Þetta alltaf byrjar á því að einhver kemur upp í samkomuhúsið 6 ára gamall í fyrsta skipti að fara á brúðuleikhússýningu, búinn að greiða sig klukkan 5 morgunina því hann var svo spenntur og hann verður fyrir áhrifum. Og það seinna þýðir að hann endar, hann getur vel verið að hann endi bara að myndstýrðan seðil fyrir einhverjar tölvurúllur í einhverja báta eða eitthvað, en afvakinn alltaf þarna, það eru sögurnar sem eru sagðar á kvöldin, það er þarna, tónlistin sem hún hlustar á, það er náttúrulega ákveðin kenning sem segir bara að listin hafi búið til heiminn, að á hennar hefðum við ekki einu svona hugmyndum hvernig hann í raun og veru liti út eða hvernig við skynjum hann, annars að festa hann á einhverja mynd eða skilurðu mig. Þannig að það er ekki hægt, alveg eins og listir geta ekki lifað án þess að það sé fjármagn, skilurðu.
þá getur viðskiptageirinn ekki lifað án listana sem afvaka hugmynda, af því að það jú eiginlega raun og veru eini staðurinn þar sem undirbýr fólk að hugsa eitthvað sem að það hefur ekki, eitthvað sem aldrei hefur áður verið. Það ótrúlegu kraftur sem allir hafa og allir nýta á mismunandi hátt, sko. Og kannski ekki síst núna í nútímanum, þar sem við búum við alveg gríðarlega breytingar. Við vorum aðeins að ræða þetta áðan. Börn verða ekki lengur, við spyrjum, við erum eiginlega hægt að spyrja, hvað ætlar að verða þegar þú verður stór? Já. Af því það ekki hægt að segja það. Atvinnulífið að þróast svo óbúslega hratt að þú getur ekkert vita, og hvernig á þá að mennta og hvað skiptir máli í undirbúningi hverra manneski fyrir atvinnulíf þar sem að mögulega 40% starfa þegar að þú ert komin út atvinnulífið ekki eins og til lengur og þannig allt öðruvísi. Ég held að listirnar náttúrulega eru bara hluti af mannlegu samfélagi og hafa alltaf verið frá örófi alda og það ekkert samfélagi raun og veru án þeirra. Og ef við skoðum bara samfélagið í dag, samfélagið sem við búum í, hið vestræna samfélag, þá eru listirnar þar líka alveg eins og þær voru fyrir 200 árum. Munurinn bara sá að nú eiga listamenn örlítið meiri möguleika á að lifa af. Þeir ekki lengur berklaveikir, þeir þurfi ekki lengur að sjúga, að drekka gluggavatn eða sjúga spýtur til þess að lifa, skilurðu. Þannig að við verðum bara að horfa á samfélagið eins og í dag. Listirnar eru óhjákvæmilegu hluti af þessu samfélagi. Þær eru líka oft á tíðum andlag vörusölu. Ég meina, við kaupum okkur inn á kvikmyndir, við kaupum okkur miði í leikhús, við kaupum okkur hljómdiska, þið vitið. Þannig að þær eru líka viðskipti. Og það sem við þurfum svolítið að læra öll í samfélaginu að hætta að horfa á hlutina svarthvíta sem annarkvort eða, vegna þess að hlutirnir eru alltaf bæði og, alltaf. Það er nánast sama hvert við lítum. Við verðum alltaf að segja bæði og. Og þess vegna segjum við núna listamenn, það er óeðlilegt að ein stétt manna sem kannski ekki svo stéttvísasta. Við höfum ekki rekist mjög vel í stéttafélögum til dæmis. Við pössum ekki mjög vel inn í kassa og nota bene við eigum ekki að gera það. Ef að listamaður passar inn í kassa, þá ekki eitthvað að. Eða hann að reyna að segja okkur eitthvað kassan. Já. Þá það eitthvað svoleiðis. Hann hlýtur að brjótast út úr honum. Næstu þetta að segja að hann þá ekki listamaður, ef hann passar inn í kassa. Almar náttúrulega verið í kassa hann. Já, Almar í kassa. Það var mjög sterkt sett. Skorun á honum, það var eitthvað sagt. Það ykkur eitthvað skorun á honum. Ég veit það ekki. Nei, en sem sagt, þetta eins og ég segi, bara viðurkennt í samfélaginu. Listarnir eru bara hluti af því og þegar við erum komin á þennan stað sem við erum í dag með atvinnuuppbyggingu, með innviðauppbyggingu, þá óeðlilegt að við skiljum atvinnuumhverfi listamanna eftir. Það bara þannig. En hvað með landsbyggðarvinkilinn? Ef við skoðum aðeins, við erum auðvitað alltaf að pæla í þessum. Hvað með landsbyggðirnar? Má ég aðeins nefna með það, því að ég hleypi þér að Jón, það eru auðvitað meðvitund það í stjórnkerfinu. Það voru skapaðir menningarsamningar. Þegar farið var út í að búa til sóknaráætlanirnar fyrir landshlutana, þá voru skapaðir menningarsamningar og ég held að það sé útdeilt úr þeim örugglega 100 milljónum á ári, eitthvað svoleiðis, ég þorði ekki alveg að fara með töluna. Þessir menningarsamningar átt að vera til þess að tryggja að það væri hægt að byggja upp atvinnulíf í listum út all land. Þeir fóru vel af stað að mínu mati. Það voru settir menningarfulltrúar í landshlutanna sem störfuðu undir landshlutarsamtökum sveitarfélagana og þeir höfðu það hlutverk eitt að reyna að draga fleiri listamenn, fleiri menningartengd verkefni inn í samfélagið og ég fylgdist með starfi þessara menningarfulltrúa og þeir unnu margir þrekvirki og það eru mjög flott verkefni til fyrir þeirra tilstuðlan vítt og breitt landið. Svo gerist breyting þegar ein ríkisstjórn kemur til starfa þar sem að menningarsamningarnir voru lagðir inn í vaxtarsamningana eða saman við vaxtarsamningana og búnir til einhverjir uppbyggingasamningar. Þar með voru menningarfulltrúarnir, þá heyrðu þeir sögunum til og nú eru bara atvinnufulltrúar sem að starfa og á grundvelli þessara uppbyggingasamninga meðal annars. Þetta samruna og þessar breytingar gagnrýndu Bandalag íslenskra listamanna og fagfélög listafólks og sögðu þarna verið að drepa hlutum og dreif og svo sýnir sig núna þegar verið að útluta úr uppbyggingasamningunum að menningarverkefnin sem fá stuðning í gegnum það batteri, nýja batterið, eru nánast undantekningarlítið ferðaþjónustu tengt. Þannig þá eru menningarsamningarnir farnir að styrkja aðra atvinnugrein sem ferðaþjónusta. Auðvitað styður ferðaþjónusta sig við listir og menningu en það ekki listin eða menningin á sömu forsendum og var meðan það voru bara menningarsamningar.
Af því þú ert sast nú á þingi og þekkir orðið þennan sko, sem virkar stundum eins og svolítið frumskógur að reyna bara að verða menntaður í því að fatta hvernig á að fara til að segja réttu orðin og vísa í réttu lögin og berja á réttu hamrana og vera með réttu samböndin og síðan valdið náttúrulega í höfuðborginni, það náttúrulega bara þannig valdið og peningarnir eru svolítið þar á stórum hluta. Já, Byggðastofnun reynda sér að útluta úr þessum uppbyggingarsamningum. Nákvæmlega. Og Byggðastofnun náttúrulega ekki höfuðborgartengd. Sko. Hún það ekki, vissulega. En þegar ákvörðun, en þú þarft samt að vera svolítið, mín upplifun, kannski þetta vitlaust, að maður þurfi svolítið að vera klókur og svolítið kunna kærfið. Ég held að listamenn séu mjög klókir í. Já, en ég vil bara gjarna koma náttúrulega bara miðstýringunni úr þessu. Ég vildi helst svolítið framtíðar vilja náttúrulega sjá að það veri aukning á fjárframlögum til menningarfélagsins, en samhliða því verði aðeins skýrt betur varðandi sóknaráætlanirnar, bara hvert markmið það er aðlaga sig að því að til dæmis að sviðslistir þurfa lengri tíma. Það var til dæmis ákveðin verkefni núna sem ég veit að sem þurfti að færa sem gáti ekki orðið hluti af fóstuverkefnum hjá ELLA vegna tímaskorts, sem annað verkefni sem við erum með, sem að reyna að styðja við grasrótina, að gefa þeim pláss þessum atvinnumönnum sem að vinna nýtt leikhús og hafa ykkur tengingu við svæðið, en við tölum kannski um það seinna, sko. Það með kerfi, við vorum náttúrulega með fulltrúa stjórnvalda í raun og veru á fundinum, það var alþingismaður á fundinum. Teitur Björn Einarsson var sem sagt fulltrúi stjórnvalda á þessum fundi og tók alveg við þessum skilaboðum. Já, og mér fannst hann þó, hann þá bara hringir í mig eða eitthvað. Alveg brjálaður. Mér fannst hann, þegar við ræddum þetta, að hann virðist draga þá línu samt með okkur mikilvægi lista og ekki bara mikilvægi þeirra heldur það að það muni að innan að það sé ekki alveg pláss fyrir það að markaðurinn sjái einungis að fjármagna listir og menningu. Að það sé bara ekki hægt. Sko, ég held að mér fannst hann vera afdráttarlaus í því og mér fannst það fyrsta skrefið. Svolítið að viðurkenna það. En það alveg vilji hjá stjórnvöldum. Ég meina, Alþingi samþykkti menningarstefnu 2013, en til þess að hún nái fram að ganga, þá þarf að semja aðgerðaáætlun á grundvelli hennar með tímasettum markmiðum og það þarf bara að krossa við hvernig okkur tekst að innleiða stefnuna. Það hefur því miður ekki verið gert og það eitt af því sem Bíl alltaf að reyna að benda stjórnvöldum á að þurfa að gera. Og nú langar við bara að hæla Reykjavíkurborg sem að hefur í stefnumótunarmálum, í menningamálum, gengið hvað lengst að mínu viti og með hvað skilvirkasta kerfið. Bæði þar menningarstefna og það tímasett aðgerðaáætlun sem skoðuð á hverju einasta ári, árlega hún yfirfarin og uppfærið verkefnin og nýsett á laggirnar og ný fjármögnuð. Þannig að þau hafa innleitt mjög skilvirka stjórnsýslu í menningamálum sem að ég held til dæmis að Byggðastofnun og stjórnvöld á landsvísu verða að taka sér til fyrirmyndar. Eitt af lokum sem ég verða að nefna, við erum búin að tala svolítið ríkið og það búið að vera svona beinarspjótunum þangað. Hvað með ábyrgð sveitarfélaga? Hún náttúrulega gríðarleg. Og samtalið alltaf, og þar liggur þetta, þú ert alltaf í samtali í þinni heimabyggð. Og það náttúrulega ekki allir sem kannski hafa sömu burði og við getum ekki náttúrulega verið með atvinnuleikhús allstaðar. Það ekki, þú veist, ef við tölum þá, uppbygging getur ekki verið jafn sterk allstaðar. En auðvitað liggur það að sveitarfélaginu allavega skilgreinir þá hver stefna þeirra Þannig að það sé bara á borðinu að þetta sé bara eitthvað sem að samfélagið tekið bara ákvörðun. Með aðgerðaáætlun sem bendi frá Reykjavíkurborg, ættu öll sveitarfélög að hafa? Já, til dæmis ef að sambönd sveitarfélaga bara myndu sameinast það að segja bara að kanna hversu hátt hlutfall af listamönnum búa utan höfuðborgarsvæðisins og reyna síðan að hækka hlutfallið af þeim sem að sækja í sjóðina, þá með einhverju bara setja það bara markmið að það sé komið upp í eitthvað ákveðið fyrir ekki það þeir fái samþykktar umsóknir eitthvað slíkt. Allan fyrsta skrefið það var það einhverja kynningaráætlun í samráð við fagfélögin og við Bíl. Þannig að það alveg hægt að vera svona katalist eða aflvaki í þessu líka, en það þarf alltaf að setja sér markmið. En nú nefnir Jón Páll líka þetta sko með að gera þessa stefnu þannig sýnilega að hún þjóni tilgangi sínum og við höfum verið að reyna að benda stjórnvöldum á það að ef við til dæmis í gegnum nýju lögin opinber fjármál, ef við náum að gera þau
fungerandi, þá þar ákveðin stefnumörkun til lengri tíma heldur en hefur verið í fjármálum ríkisins. Og ef við erum svo að lesa menningarkaflann í fjármálaáætluninni saman við menningarstefnuna, þá má segja við séum eiginlega komið með aðgerðaáætlun og svo þurfum við að tryggja það að landshlutasamtök sveitarfélaga séu öflug og að þau kunni að færa alla sína tölfræði og þau kunni að móta stefnu á grundvelli á svipuðum hætti og ríkið þá þarf að gera. Þannig ef allt þetta helst í hendur og allir að vinna eftir svona inn á sama spori, þá held ég að við getum sagt að við séum svona komin vel áleiðis. Takk fyrir komuna bæði tvö, virkilega gaman að ég vona að við höfum hugvakið fólk, þetta sé hugvekja. En við ætlum að fara að kveðja úr þessum þætti, kannski kveð ykkur með það svona segull á ískápnum hjá mömmu sem stendur Earth without art is just Verið sæl.